Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Lægur þitt á mörgum til að gera beðið betri stað. Jón Rúnar Haldarsson, framkvæmdastjóri í Fornubúðir og fyrirhandi formaður FH og minn hjá FH. Velkomin í 24/7. Takk fyrir það. Gott að sjá þig. Það ekki. Jú. Það alltaf gaman að sjá þig og ég langar til að hella mig beint í þetta. Ok. Og kom með fyrstu svona spurninguna eða svona ég kalli oft svona heimspekilegar að sálfræðilegar hraðaspurningar, þetta er alls ekki hraðaspurningar, þetta er svona meintar ákveðnar umræður. En botnaði þetta, stjórnun er? Stjórnun er, já. Það getur auðvitað verið mjög margt, en fyrir mér er það að koma því sem fæðist sem hugmynd til veruleika og klára sig af því. Þetta getur verið margt lítið, eins og í þessu daglega lífi, eða það getur verið ein stór hugmynd og fá hana af út úr höfðun á þér í eitthvað sem að verður raunverulegt. Þannig að það þarf að stýra þessu öllu saman og þú getur verið að stýra bara sjálfum þér eða stórum hópi fólks, en öllu þarf að stýra. Það er að segja, þannig að það er einhver upphafspunktur og endi á einhverjum punkti. Fyrir mér er það að hafa að vera í stjórnun er það að fyrst og fremst ef þú ætlar að vera með marga að fá til þín fólk sem betra en þú á sérsviðunum en þú átt að vera betri en það að stýra þeim sem teymi. Þetta er eins og að stýra hundaslega. Það er að vera með rétt fólk á réttum stað og fyrir mér þá gengur best. Því að maður getur sjaldnast vita best allstaðar. Þannig að fyrir mér er þetta svona einhver stað þarna. Ég held að sé ekki til neitt eitt orði við það. Nei. Og hvernig myndur þú segja að þinn svona leiðtoga stíll væri með eins og ég held að það sé. Já. Ég held að ég leyfi fólk að njóta sín, en nú held ég að séu margir sem að, ef einhver hlustar, sem að hlæja að því. Já, ég held að ég reyna að fá til mig fólk sem kann, en er alveg óskaplega, held ég, harður við það, sem þó er ekki harðneskja í þeirri mynd að ég sé fantur, ég ætlast til mikils af fólki. Ég held að ég geri það. Svolítið klöfur? Já, ég geri það. En já, fyrst og fremst þá vil ég trúa því að ég reyna að fá fólk sem að stendur mér framar á ákveðnum sviðum og kann að gera hlutina. Því að ég skal halda á taumunum og toga til hægri eða vinstri. Beinaði mér rétt átt. Já. En með láta hugmynd verða veruleika, þegar ég meina að fara með FH frá því að vera í fyrstu deild 2003? Já, 2003, er ekki? Jú. Takk það fram, ég er voðalega lélegur í að og vera verri eftir sem að líður á með að pinpointa árin. Svona tímabil hjá mér frekar. Já. En hafðu þér einhverja hugmynd að FH gæti orðið svona stórveldi, svona mikið stórveldi í knattspyrnu? Það má segja það að einhverjum árum þarna áður, ekki mörgum þó, þegar Þórir heitinn Jónsson sá snillingur á sínu sviði og fleiri góðu menn, Guðmundur Árni, Viðar Halldórsson, sem ég gjarnan segja sé elsti sonurinn af mömmu. En það var eiginlega, það ég man þetta svona og það var eiginlega bara ákveðið hvernig við skildum fara í þessa vegferð
og hvað við þyrft að gera til þess að ná þessum árangri. Og það var í sjálfum sér ekkert flókið. Við vorum alltaf búin að vera með lið, FH var alltaf svona léttleikandi, skemmtilegt lið, fannst okkur, og ég held að það hefur nú verið svona, við höfum fræðið fyrir það, en náðum ekki nógu stabílum árangri, við vorum að fara þetta upp og niður og út og suður. En við áttum okkur á því þarna að við þyrftum að setja einhverja festu í þetta, og það er nú þannig að þegar þú ert að reka íþróttafélag og ert að búa til meistaralok, að þá er þetta ekki eins og að reka tyggjóversmiðju, það er að segja panta grænar plötur í dag, og það er að segja þú pantar ekki hægri bakvörð eða eitthvað. Þannig að við áttum okkur á því, við þyrftum að fá sterka leikmenn inn í þetta, og þetta hefst náttúrulega þegar að þeir koma ágætir frægir tveir Danir, Tommy Nielsen og Allan Borgvard. Nú þarna 2004 þegar að við sjáum það að áttum okkur því á Akureyri að við sjáum að verða Íslandsmeistarar, sem að alltaf er fyrir okkur sem þarna stóðum var bara mjög óraunverulegt, og þetta var mjög óraunverulegt, þannig ótrúlega gaman. Og eftir þetta, og þegar menn fóru svona að taka saman hvernig þetta hefði nú allt farið, að þá auðvitað settust menn niður og kannski reyndu að átta sig á því hvað var veikt ennþá, og það voru nokkur atriði sem voru veik, en okkur lánaðist þarna að vera með gott fólk eins og alltaf þarf, og þetta small allt saman. En til þess að gera þá langa sögu stutta hvernig við vorum þannig í efstu hæðum alls lengi, það er eins og með allt annað, að það er bara að vera vakandi og sofandi, þorandi, þú þarft að vera helvíti þorandi í þessu, og áttaði á því að ef að hlutirnir væru svona, þá gæfi þetta svona mikið, og þá gætur þú gert svona mikið, en leið að færi það ekki svona, þá þyrftir að vera tilbúin til þess að bregðast við. En einhvern veginn að þá tókst okkur þetta, en þetta þarna held ég að hafi komið til það að sem sagt þeir sem voru með manni, þeir unnu náttúrulega stóru vinnuna, en sá sem stýrði, hann vissi líka hvað hann vildi, og þess vegna gekk þetta svona vel í langan tíma. En í sjálfum sér þarf þetta svona eftir á hyggja að þá er þetta aldrei bara nóg, það verður líka eitt og annað að falla með þér sem það og gerði. En og við vorum, ég held að það hafi nú aldrei svona ennþá sést, en við vorum komnir ansi langt í til dæmis hvað kallast þessi Evrópumál, því að það sýnir sig og sannast að það er bara ekkert nóg að kaupa leikmenn og ætla svo bara að fara upp í flugvél og vinna nokkra Evrópuleiki. Nei. Það þarf bara að vera miklu, miklu meira til. Það þarf að vera þessi reynsla, og þú þekkir þetta nú, að það er bara allt annað svið sem þú ert að fara inn á, og þú þarft að venjast því sviði, alveg saman hversu góður þú ert, þú þarft að venjast því. Og ég held að þetta búi nú ennþá hjá okkur, og við eigum eftir að fara á þetta svið aftur. En ég held að þarna sé líka mikil reynsla sem að menn þurfa að fá og átta sig á, að svona
allt eðlilegt að það tekur gríðarlegan tíma að ná sér í þetta. Ég held að menn tala nú kannski oft svona létt þetta. En þarna ég veit ekkert hvort ég hef svarað spurningunni. Nei, þetta svona... En málið bara þetta, að það með þetta eins og annað, að þetta bara, þú þarft að vera, þetta bara eins og, myndi ég ímynda mér, ég hef nú aldrei verið skipstjóri á togara, en ég held að þetta sé nákvæmlega saman, bara vera vakandi og sofandi og vera með gott fólk og vita hvað þú ert að gera, þá fer þetta vel. Annars, þessum eru sumir fisknar en aðrir. Ég hef einhvern tímann að vera munur á að stjórna, leið að vera... Þú gerir hlutina rétt á þetta stjórna, en þú leiðir þá gerir réttu hlutina. Fattar það mig? Ég held að það sé mikið til í þessu. Það er að segja, sko, það þarf ekki alltaf, ég veit ekki, hefur verið í sveit? Hefur verið í sveit? Nei, þetta er svona, ég var nú þegar að gefa ljóndandi, að þetta er svona að fara á fjall, að fjallkongur. Og það sem hann þarf að gera, hann þarf að skipuleggja, hann þarf að leiða þetta alls saman, það þarf að leiða síðan þó að féð sé rekið, en það þarf samt að leiða þetta alls saman niður, það þarf að safna þessu saman, það þarf að passa þetta fari í rétta farveginn og enn og aftur það þarf að segja fólkinu hvar það á að vera, en síðan þarf það að sjá að klára þetta. Þetta er svona að fara og safna þessu. Nú vant að vera ekki sjónvarpi því ég tala með höndunum. Þú ert sjónvarpi? Nú ég sjónvarpi? Ok, hvað er ég? Allt í góð, all right. Já. En það finnst mér vera dæmið, það ekki vera standandi endilega alltaf á öllum hornum og öskra og halda á sért að stjórna öllum. Stór hluti stýri sér sjálfur. Já. Bara búa til ákveðin ramma fyrir þann hóp og gefa síðan frelsi til þess að... Já, og svo verður þetta bara nákvæmlega sama þar eins og þú kannast betur við inn á vellinum þó þú sért með fyrirliða, góðu fyrirliði, hvað er hann að gera? Hann leiðbeinir, hann leiðir, hann gerir þetta þannig. En af hverju, hvað heldur að skilja að bara þegar við leysir ná frábærum árangur og þessum þá bara ágætis árangur, góðum árangur? Ég held að það sé þetta óútskýrða það er að segja þegar að eitthvað smellur saman en þú getur ekki alveg útskýrta vegna þess að það munar svo ofboðslega litlu hvorum megin hryggjar þú lendir. Ég vildi nú oft meina það að okkar frábæra landslið sem að náði hæðstu hæðum sem að hafa sést og það voru nú einhverjir á Íslandi sem töldu það að Ísland hefði fundið upp fótboltann næstu því bara þegar þetta var en það og mér var nú bannað að segja það ég var í viðtali í BBC held ég hann aldrei sagt kjátt að frá þessu áður en og þá var hann svona spyrjandinn aðeins að svona undirbúa það var í Moskvu sem sagt og ég lenti í þessu viðtali bara út af forföllum annars og ég vildi nú ekki taka undir það að við værum endilega svona orðnir eitthvað leiðandi á knattspyrnusviðinu og ég held þetta og ég benti á það og hann bannaði mér að vísu að segja það í viðtalinu að það var eins og með Bítlana sko hver og einn þeirra var ekki besti músikantinn á Englandi en þegar þessir út af einhverju náðu saman þá hljómaði þetta bara heavenly yndislega og þarna akkurat fékkstu einhverja karaktera og ekkert allir bestu fótboltamenn í heimi við vissum það allir en saman voruð bara eitthvað allt annað og þetta eitthvað sem þú endilega býrð ekki til þetta eitthvað sem þú þarft að láta vaksa og jú, þú býrð það til með því að leyfa því að vaksa en þú gerir þetta ekki á einum degi þetta þarf að ná að vaksa saman
og ég held að sé þarna og sá sem að ekki áttar sig á því að það er ekki harmonía og reynir þá að bregðast við og stilla strengina til þess að koma að þessu heldur að sé bara nóg að kaupa einhverja flotta leikmenn sem að auðvitað er alltaf gott að hafa já. en það þarf að vera samhljómur það þarf að stilla þetta og ég held að þegar að menn auðvitað eru við að bera okkur við getum ekki að bera okkur sama við einhver svaka flott lið í Liverpool eða City eða Chelsea þar sem menn geta gert þetta náttúrulega og eru snillingar í að gera þetta þar sem að þeir geta að hafa miklu stærri og meiri resúrsa til þess að láta svona hluti gerast en hérna þá er þetta svona klókindi þjálfara og þeirra sem standa með og síðan er þetta að þjálfarar verða að hafa sterkt bakland til þess að geta gert þetta og þegar að öll þessi vél er farin að vinna svona þokkalega saman það er þá sem þetta gerist en þess að segi spurningunni gat ég ekki svarað en ég held þetta sé þú getur gert ansi mikið til þess að reyna að láta þetta gerast en svo er það þetta óútskýrða sem að einhvern veginn fellur með þér svo á endanum smellur saman og gerir það verkum að flegið leikur ekki heldur siglir fallega áfram Trúir að maður vinni sér heppni? Já því að ég held að heppnin sé ekki akkurat það sem við segjum í dag sé, ég held að það er ekki nýtt að meistara heppni er áunnið forskot sem þú færð algjörlega af því að ég hef nú reynslu að koma inn í FH-umhverfið og vera frá Fjölni sem er svona bara frábær klúbbur en minni klúbbur sem eru ekki ennþá afrekja mikið á FH og það er hægt að telja svo margt frá þessu umhverfi hvort við nefnum bara hvernig tekið á móti manni hvernig manni leið hana, hvernig æfingarna voru hvernig leiðsölum maður fekk hvernig aðstæðan var, hvernig andrúmsloftið var hvernig þú veist, eins og vorum að tala andrúmsloftið með heppnin og ekki, þú veist, þegar maður var í FH að spila þá vissi maður þegar staðan var 0-0 og 75 mínútur á klukkunni við erum að fara að skora en þegar maður var kannski, ef ég upplifði var í Fjölni og kom á FH-völlin og spilaði þá voru 75 mínútur búin á klukkunni 0-0 og ég vissi að við gætum ekki markað okkur einhvern staðar innst inni á þess að vera eitthvað að pæla í því en bara velta hvernig er það er margir samverkandi þættir sem skipta máli þetta er bara eitthvað svona umhverfi sem er bara tekur mörg ára að búa til en er samt svona eins og bara svona smá vél sem allar áfram Já, ég held að maður hafi séð margt eftir að ég ákvaða draga mig út úr þessu svona eins og ég get en sem sagt frá og gefa þessu frí en þó aldrei það ekki það langt í burtu að maður svona maður gætt hort öðruvísi á allt saman og auðvitað fór maður að sjá þegar maður fór að greina þetta aftur og bak ok, hvað það varst að gera þarna okkur gerir þetta ekki svona, okkur gerir þetta ekki hinsegin en sem betur fer voru kannski langt fleiri hlutir sem að þú áttar þig á að voru rétt gerðir en þá sérðu miklu betur svona hvað litlu hlutirnir sem oft eru sleppt að tala skipta rosalega miklu máli ég heyrði út að nefndir hvernig tekið á móti manni mér finnst það einn mikilvægasti þátturinn í þessu og svona þó að ég hafi aldrei sjálfur ég reyndi alltaf að passa upp á það að hafa ákveðna fjarlægð frá leikmönnunum mínum en ég reyndi á minn hátt og ég held að hafi skilað sér oft á tíðum að þeir áttuðu sig á því að mér þætti rosalega vænt þá og passaði upp á það en á sama tíma að þá voru þeir nú ekkit svakalega sæknir það að
vera teknar á teppið ef það þyrfti, en það var sem blessunulega og þetta er ákveðin hluti að búa til þessa samkennd sem þú þarft að hafa því að sko ef hún er ekki til staðar og svo þetta, þá náttúrulega ferði ekki neitt og svo þetta með aðstöðu ef menn finna það ekki að það sé verið að bæta aðstöðu, það er enn og aftur, það er ekki alltaf verið í stórhlutu en að það sé verið að hugsa það, hún þarf að batna, verða betri að þá einhvern veginn, sko, þá ertu ekki að vinna með það er bara eins og á öðrum vinnustöðum fólki líður betur þegar það er sæmileg vinnuaðstaða það þarf ekki þetta er engin vísindi sko og ég held að þetta allt saman en eins og ég segi, maður sér þetta ekki fyrir en þú svona einhvern veginn kemst út úr þessari vél og því að það er þegar þú ert að atast í þessu ár eftir ár þá er margt sem þér finnst bara sjálfsagt og þú getur lent í því að ég maður til því einsinni að þá vorum við búin að vinna og töpuðum út í fram ég fór til Óla og sé bara hvað gerðist hvað var þetta sko þú þarft að fá svona stundum slegin aðeins utanundir til þess að vakna það er ekkert af þessu er sjálfgefið og það er svo auðvelt að dotta ég tala ekki að sofna sko þannig að þú mátt aldrei fara af tónum og meðan það er og allir eru á vaktinni þá bara þá gengur þetta ekkert endalaust á að sért akkurat þarna upp í hæðstu hæðum en þú þá svona það er ekkert óeðlilegt að menn falli eitthvað smottir í niður en til þess að halda þessu til lengri tíma þá er þetta algjörlega nauðsynlegt og erfiðar að halda sér á toppnum heldur að komast á toppinn líka í rauninni já, það er ekkert sérstaklega erfitt sko, en það er svo auðvelt að sofna já það er svo auðvelt að leggja aftur og vera mettur ef þú ert ekki sko brjálæðislega metnaðarfullur fyrir hönd klúbbsins metnaður sem að ég lýsti í þannig að það eru ennþá tindar eftir að klífa við erum eftir að fara og þeir eru bara annar staðar við þurfum bara alltaf að vera að leitast við erum alltaf að fara upp við erum aldrei komnir upp í raunin ertu aldrei komin upp eins og þú átt svo margt eftir og það er það sem að mér finnst svona að vera þetta getur verið líjandi á stundum en það er rosa gaman það er æðislega ég tek alveg undir það líka með nálgóðan sem varst því að knúsaði mann alltaf þegar maður hitti þig og knúsaði bara held ég bara alla þú hitti þá og varst mjög bara skemmtilegur og jolly en sem vissi ég alveg að maður langaði ekkert að fá henni á flósa frá þessu ég get alveg tekið til það þetta er svona já, en hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærið af henni? Þarna kemur gjörsamlega tómum góðanum okay. já, ég er ekki mikill svona lestrar maður okay. ég er ekki já auðvitað les ég eitt og annað en ég hef ekki neina svona þörf fyrir það að lesa filósófíur eftir aðra nei en það er líka það já, bara liggur ekkert endilega vel fyrir mér að lesa mikið sko hvernig hefur þá hvernig lærur þá bara með því að gera hluti og upplifunum og... já, meira þannig já. meira að horfa og sjá hvað aðrir eru að gera svona live meira mér finnst alveg óskaplega gaman að lenda
með öðru fólki sem kann meira en ég og ef við tökum fótboltana þá var margir auðvitað, ég veit það mann finnst ég og stundum Viðar og fleiri við vera svona frekir á orðið þegar verður að ræða þetta og ákveðnir í hvernig hlutir eiga að vera aðstaða til dæmis vellir, hús ég held að séu fáir án séu þekki það, ég veit að það eru margir búin að fara á alls konar fótboltavelli og horfa á fótboltaleiki en ég séu fáir sem eru búin að skoða eins mörg fótboltamannvirki og ég til dæmis þetta bara algjör della og teikningar sem ég skoða og af hverju erum við að gera hlutina svona eins og við höfum gert á ég skil bara ekki af hverju aðrir gera það ekki eins ég skil það ekki en það bara vegna þess að já, ég nálgast þetta bara svona miklu frekar líka ótrúlega hvað maður getur fundið mikið lærdóm í öðru fólki líka já hvað svo mikið, þú veist, bara með heila mannesku sem bara búin að bara lifa sínu lífi og átta svo ýmsum hluti sem þú hefur ekki áttað á sko já. sem hefur bara styrkleika sem þú ert ekki með það minnst það átt vannýtt tól hjá fólki sko já, þetta er sko veist, það þarf ekki að finna upp hjólið en þú getur auðvitað svona skreitt hjólið sem þú sérð og gert það svolítið að þínu og tekið svona hluti og heimfært á minnst það svona minnst það vera mjög gaman að sko við erum náttúrulega í svo mörgum samanburði þá erum við svo smá og lítil en það svo margt sniðugt sem við getum tekið og aðlagað og bara smækkað og búið til við erum til dæmis ef við tölum bara en ef við höldum okkur þessu fótboltasvið eins og með það ekki nýtt við erum svo miklir andstæðingar gervigrasvæðingarinnar að það hálfa væri nóg auðvitað vitum við það við þurfum að vera með gervigras með til þess að æfa á veturnar og inn í húsunum en mér finnst sú umræða að vera stundum alveg út úr korti sko af því að það eru svo miklir möguleikar aðrir og svo mikil þróun og það er svo margir skemmtilegi hluti sem þetta er að gera í staðinn en svo einhvern veginn hleypur einhver vitleysa svona á stað og Íslendingar eru rosalega mikið svona fótanuts hugsun fótanuts tækis hugsun að það einhvern veginn er bara eitthvað eitt sem er í gangi og þá fara allir þá leið en við viljum miklu frekar reyna að gera þetta öðru sér nú eins og með fótboltahúsin okkar sem ég kalla hann bara fótboltaskjól mér finnst bara að svona ætti að vera í hverju félagi sko og þá er ég ekki að tala full stóra húsið okkar við erum að tala einhverja millistærð en það er einhvern veginn eins og allt bæði sérstaklega þegar hið opinbera kemur að þessu og menn líka vilja að hið opinbera koma að því vegna stáður eins og að skipta einhver máli hvað hlutinni kosta það verið að byggja rándýr hús var þetta að byggja fleiri knattskjól í staðinn og það er þessi einhver ímynduð krafa sem þetta bara búið að búa til einhvers konar gerfi þarfir ég meina þú ert að hlaupa, þú ert að iðka íþrótt og þá kom einhverjir og segja, herru já þetta þarf að vera uppbyttað og við erum að hlaupa á gervigrasi með gúmmífyllingu loftið er fullt af þessu drasli og það er ekki hægt að loftræsta þessu almennilega því að það þarf að halda hitanum inni það er bara ekki fyrir mér en ég veit það því miður ekki nóg margir sammála mér en ég held að það séu nú margir innst inni ég skil bara ekki þetta ég bara átta mig ekki á þessu
og það svona margir svona hlutir. Það að því að ég held að fólk einhvern veginn leggir sig ekki í vinnuna við að skoða þetta allt frá hinum mörgu sjónarhóttnum sem að þetta tiltölulega einfalt mál, fótboltahús segir einhver, hvað er það? Byggjum bara ekki. En þetta er ekki einfalt mál. Það eru margar hliðar á þessu. Og það eru hérna hús sem að með sé að keppt í sumið þeirra sem eru bara með loftgæði sem að eru fyrir neðan allar hellur. Það er búið upp á þetta. Og það með sé að leyft að spila í þessu. Íslandsmóti. Nefn ekki hús. Nei, ég segi svo. Ég skilji, en það er svona að hoppa á hlutina stæðan fyrir að skoða þá með ítalögum. Já, ég meina einhver hérna, að því ég vitnaði nú í skipstjóra einhvern tíma, einhver sagði það, þú fiskar ekki á málinguna. Það er að segja að það er ekki nóg að vera, svo Þórir vinur minn heitinn, það er ekki nóg að vera með flott armband, sko. Það verður að vera eitthvað meira. Og hérna, það er hægt að gera hlutina miklu betur og það í staðin fyrir að hrúa peningum í rándýrhús en það er hægt að gera það en það er ekki hægt að setja peninga í innviðina í reksturinn, í uppbygginguna í það að nota til þess að mennta betur þjálfara eða þetta það þarf alltaf að vera á skrapinu sko selja gler og sníkja pening en svo þegar kemur að því að byggja einhver hús þá má þetta kosta milljarða og milljarða ofan ég bara átta mig ekki á svona engan veginn en nóg með það Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins Kristall það er bara ekkert betra en að fá sér kristall ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka kristall að lokum þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumak ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég er mjög þakkláttur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Hvað helst einu sinni að væri satt sem úrst öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, alveg heilan helling. En það auðvitað gerist svona auðvitað í þessu lífi bara, það er svo margt sem breytist á leiðinni. Ekki þar fyrir að við þurft að breytum það hvert ég á hvaða leið ég er. Nei. En það er ofsalega mikið breytt. Ég segja nú oft sko að við Ásta, konan mín, við hefum 4 börn og ekki það að uppeldið hafi hvílt á mínu baki en einhvern veginn komst nú þessi krakkar til manns en ég segi svolítið sko eftir að uppeldin á þeim lauk svona í kringum 18 ára eða einhver starfana þá hafa þau svolítið tekið við að ala mig upp og það er held ég svona mesta breytingin það er að sko þó að þau, ef þau hlusta á þetta þá verður nú ekki sammála mér að þeim hafi tekið sérstaklega vel upp með uppeldið en það er samt þannig að það er þetta, þú heldur einhvern veginn að á einhverjum punkti að þín afstaða til lífsins sé bara svona og muni alltaf verða eins
en það erfitt og maður þarf að eða ekki erfitt, það ekki orðið yfir það, maður þarf að vanda sig kannski frekar og mér hefur nú ekkert endilega verið það létt en menn eru samt að reyna en þú ert sko það sem gerist og sérstaklega á þessum tímum eins og núna eru þegar hlutir eru að breyta sem maður skilur jafnvel ekki sko af því að þú ert bara af öðrum skóla og svo bara koma alls konar hlutir og það sem hét eitthvað í gær heitir eitthvað allt annað í dag og þú þarft að en mér finnst aðalatriði vera þetta að einhvern tímann hélt ég að maður væri bara með þetta svona yrði nú bara róið áfram út lífið en það er mesta þvæla sem að menn geta látið sér dett í hug. En hvernig uppfærum maður sér þá? Og það er alltaf erfitt þegar maður vill haldi sitt, skilur mig? Já, það er auðvitað rosalega erfitt og auðvitað hangir maður á hlutum eins og hundur á roði, sko. Já. Og kannski stundum svona meira út á við. Það er nú ekki alveg að láta þetta lið svona fara með sig. En auðvitað sérðu, sko, það er svo margt rétt í þessu sem að verið er að breyta auðvitað suma breytingar algjör þvæla sko. Þannig lagað en flest af því er rétt og þess að segja að ef maður er svona heppinn eins og ég í þessu lífi að geta svona sem fengi aðra sem að er að segja þér til og það er nú misjafnt á milli minna fjara barna hversu ákveðin þau eru en þau eru nú flest í þessu hlutverki að samt sem að þá maður væri bara það væri eitthvað amman ef maður áttaði sig ekki á þessu en svo er það þessi púki sem er á annarri öxlina þeirra svona reyna að láta þig halda í þetta gamla en á endanum þá áttarðu á því að svona ef maður getur vinsað úr því að það er ekki þetta hlaup eftir öllu sko og sumt er eins og ég segi bara humbúk en svona mér finnst þetta vera staðista breytingin þegar svona ert komin þegar hérna bara því að það var í dag í hádeginu sko í vinnunni að vera svona eitthvað að reyna íþróttast og maður fara í planka og eitthvað svo var það 62 ára áttu afmæli í dag og þá kom einhver með þá kenningu að það þyrfti að fara í jafnmargar hnébeyjur og árin væru þannig að það er ekki sérstaklega gott að vera með eldra fólk í vinnu ef þú ætlar að gera þetta því að þá þurfti að fara 62 Jú. en allavega þá er þetta held ég sko, þú spurðir þetta og enn og aftur held ég hef ekki svarað spurningunni en þetta er bara alltaf að gerast þú ert alltaf eitthvað sem maður heldur að sé rétt í dag svona hlutir er bara á morgun ekkert endilega rétt og maður þarf að vera svolítið tilbúin til þess að gera það en ég er ansið hræddur eins og ég sagði einhvern tímann áður að það eru mjög margir sem að alltaf ég sé nú bara mála þetta einhvern veginn í einhverjum litum sem að fólki líkar en það er ekki það sem ég er að gera Nei. Ég held að maður þurfa að vera svolítið tilbúin til þessa Ég held sér ekki jafnvægi milli þess að vera þú veist með ákveðis sjálfsöryggi öryggar á sínu og standa fyrir sínu en leið vera með einhvern veginn auðmýkti að vita að maður hafa ekki alltaf hreinu og það er hlutinu að breytast og uppfæra sig með bara lífinu og uppfæra sig með því sem maður veit ekki fattar hvert þér að fara? Já, ég held að það skipti mjög miklu máli að svona það skipti máli að hafa prinsip það skipti máli því að sko prinsipin eða það sem þú ætlar að gera það þarf ekkert endilega að breytast þó að aðferðirnar og leiðin breytist
það ekkert endilega sama finnst mér sko það að segja þú ert á einhverju leið og svo þið bara allt í einu bent á það kallið minn þessi leið nú grýtt sko það þetta að fara þetta öðruvísi það þetta að fara þetta þarf ekki að fara lemjandi á báða bóa til þess að ná þessu þú getur gert þetta svona ok, þá fer þetta svona en auðvitað finnst manni það oft hálf fúlt þegar maður fattar að maður var að gera þetta en ég held að ákveður þetta það er alltaf hægt að gera hlutina fyrsta lagi betur alltaf hægt að gera það og það er líka hægt að breytum nálgun en það er mönnum auðvitað miserfitt og ég er ekki tilbúin til þess að sko eins og mér hefur fundist núna einhvern veginn í þessu öllu saman sem á sér stað sem nú kannski að einhvern veginn stökkva bara til og einhvern veginn að segja bless við ýmislegt sem að hefur verið einhvern, þú veist að karlmennska til dæmis sé bara orðin eitthvað allt annað en hún var ég held að hún sé í prinsippunum það sama en þú þarf bara að sýna hana á annan hátt það er að segja það er og það er einhvern veginn sko mér finnst ekki gott eða á að kasta fyrir róðra svona ýmsum gildum sem eru á að hafa verið og taka eitthvað annað upp í staðinn sem að flestir viti ekki eins og sko, hvað er mér finnst að menni að það vantar svolítið finnst mér núna í dag í allu þessu virðingu fyrir því sem að því að það sem við erum í dag er vegna þess að það var eitthvað áður og það sem síðan næsta kynslóð er eitthvað vegna þess að það var eitthvað undan og það má ekki sko fordæma það sem að hefur verið á undan vegna þess að það var alltaf það er ástæði fyrir öllu saman hvernig þetta hefur verið og allt er held ég jafn gott miðað við þann tíma og það umhverfi sem ert á hverjum tíma Ég meina því að það eru að því maður heyrir orðið eitru karlmennsk ansi oft sko og þá finnst mér svo vera búin að setja svolítið drullumall í súpuna sko af því að fyrir mér að karlmennsku fylgir karlmennsku til dæmis bara eins og ábyrgð og dugnaður og framkvæmdarsemi og allt þetta þetta fyrir mér eru bara dygðir Já, vissulega er það og þess vegna held ég að sko það sé margt í því dag sem að sko enn og aftur að maður fer í sjálfan sig og eitthvað sko ég meina ég man eftir þeim því að það er ekki allt alveg skaplaust þetta fólk sem ég á sko þegar maður var svona að reyna alveg upp og tala og þegar að sérstaklega strafa því pabbi hvað segir við ætlar að segja eins og enn hvernig var í sveitinni sko auðvitað mátti ekki sko það má ekki vera þannig að það er allir að gera eins og það var en þetta sem hún nefndi til dæmis ábyrgð það að sinna hlutum og þetta allt saman þetta á við og það á við að og ég held að það hafi alltaf verið og sé enn þó að sé einhvern veginn tala til manns í dag á annan hátt þar að segja við sem erum komnir á þennan aldur og erum karlmenn og erum gagnkynhneigðir og þetta þar að segja að við séum bara komnir þangað að við séum svona bara we don't matter sko við séum bara fuskar það má ekki verða þannig auðvitað hefur fólk á öllum aldri eitthvað fram að færa og allir sem eru á þessari ferð og allir eru að reyna að bæta sig þeir þurfa að horfa til þess sem að var og reyna að skilja af hverju það var vegna þá skilurðu af hverju þú þarft að
breyta því jafnvel. En þú breytir því ekki bara að því bara og það að því að bara komið eitthvað nýtt tyggjóbragð út, sko. Það er ekki þúlis fyrir mér. Það er kannski eins og út að orða þetta sko með þessi grunnprinsip eins og bara, fyrir mér er þetta bara heiðarleiki grunnprinsip. Já, það er það. Og veist, einhver prinsip sem ég hef í mínu lífi og ég veit alveg að það getur alveg verið heiðarlegu við breytingar, skilurðu, en það er alltaf grunnprinsip sem ég hef. Já. Og ég held að það mun aldrei, að það verður erfitt að taka því. Nei, mér finnst núna til dæmis að menn er að keppast við að gefa það út að þeir séu á móti sérstaklega ákveðnum ofbeldi. Veitu, ég veit engan sem er með því, sko. Mér finnst þetta svo mikil, fyrir mér er þetta svo sjálfsagt, sko, að þú þurfur ekki að nefna það. Þú þarft ekki að vera að gefa það út opinberlega. Vegna það er eitthvað skrítið og það er þetta eitt af því sem að þú færð í uppeldinu og ég held að allir alveg saman hvar foreldrar eru staddir, nú er ég að tala sko meiri hluta foreldra, að þeir ala börnin sín að það er rétt og það er rangt. Þetta eru svona hlutir sem að við vitum hvað er. Og það er þannig að þeir sem að brjóta af sér í hvaða formi sem það er, þeir vita að þeir eru að brjóta af sér. Þetta er ekki að því að telja að það sem þeir eru að gera sér rétt. Þeir vita þessi ránt. Þeir vita þessi ránt. Því ef þetta væri öðruvísi og ef þetta væri þannig, og nú finnst mér veist að hafa að skrifa sig frá öllu, að búa til einhverja reglur og fyrirferðisreglur og allur þessi baki og hvert einasta fyrirtæki á að gera þetta og hvert einasta íþróttafélag út allt. Ef það er nóg, að því að við erum nú með landslög og þetta allt saman, þá þyrftum við hvorki dómstólan né lögreglu. Það er alveg saman hvað, sko, ef þú ekki skilur þetta og ert þannig að hvað er rétt og hvað er rangt, þá er ekki vel. En svo eru sumir einstaklingar sem að brjóta af sér. Þeir vita alltaf að þeir eru að gera rangt, en það er einhvað sem að gera það verkum að þeir gera það. Ég veit ekki hvað það er, en og þess vegna finnst mér sko núna það er svo mikil ofur áhersla á það að allstaðar eigi að vera til einhvern hver það hvernig á að haga sér og svo ef einhver haga sér ekki vel hvernig á að taka á því. Og ég held að þarna sé sko fókuserað allt of mikið á að sé þetta því að en svo er aldrei sagt byrju og ef við tökum íþróttarhreyfinguna sem að við þekkjum, eða ég þekki svona meira til og það er verið að segja sko þá að breyta þessu og breyta hinnu en það gleymist alltaf að segja byrju hverjir eiga að breyta því? Þeir sumu og eru það er að segja, tökum bara sjálfa mig ef ég væri enda á hann alltaf nú ætti ég að skrifa eitthvað og ég ætti að breyta öllu sem að á að breyta af því að það var eitthvað rangt sem ég hefði gert í svo langan tíma þetta gengur náttúrulega ekki upp en stæðist til hlutin og það er alveg saman hvert þú ferð hvort það er innan íþróttarhreyfingarinnar eða atvinnulífsins eða wherever stæðist til hlutin af fólkinu langstæðist til hluti fólks bara kemst af í þessu daglega lífi með og veit hvernig á að haga sér og gerir það svo er það þessar undantekningar sem einhver hluta vegna fara út af einhverju striki og það er ekki einhverja hópa að taka á því heldur þarf að reyna að safnast eða standa saman það þetta er samfélagið sem heild sem þarf að þá að reyna að skerpa betur á þessu og
og ég alveg sammála því að kerfið á mörgum hlutum á mörgum stöðum hefur svikið marga einstaklinga, þá sérstaklega í þessu tilfelli eins og nú mest rætt, sérstaklega þá konur, en það þarf þá að beina spjótum sínum að því, en það má ekki liggja hjá garði en svo ætlar að fara að bæta eitthvað allt annað en hitt alltaf í ólagi og þá næst aldrei þetta réttlæti í gegn eins að stæðsti hluti fólks enn og aftur svo ég segi það veit svona nokkuð neginn hvernig á að gera þetta Það veit hverju munurinn er rétt og röngu Já. Og síðan eru þessi einstaklingar sem einhvers staðar, hún nærði ekki að gera ala krakkaðin upp þannig að verði svona ná að beisla aggression hjá sér fyrir 4 ára aldur, þá verða það mjög erfitt og þannig að í þessu tilvikum er líka oft einstaklingar sem brjóta sér aftur og það er náttúrulega svo þú segir, það flestir eru ekki þar en síðan eru einhverjir þar því miður og við þurfum svona, en þú segir, skoða það sem samfélag hvort það sé meiri stuðningu við foreldra eða, þú veist, hvað það er sko og... Já, ég held það og síðan auðvitað verður til svona að menn komast í þá stöðu í alls konar situasjónum það er svona, verður til einhver svona fyrring auðvitað getur það orðið til sko, seinna meira á lífsleiðinni hjá fólki einhvern veginn það bara það er engin takmörk á einun en einu þú komin einhvers í einhvern landa sem allt er sjálfgefið einhvern veginn og þá er það mest svona veraldlegt dæmi og þá einhvern veginn skapast einhver oft á tíðum fyrring og ég held að þurfum við svona eitthvað að ég veit ekkert hvernig á að bregðast við þessu en eitt veit ég bara að veit það fyrir mig ég veit það ekki fyrir aðra, ég veit það fyrir mig að það er aldrei hægt að henda bara í uppskrift að betrun á blaði og that's it það er ekki nóg það verður að koma eitthvað meira til og þetta sem að hefur gengið á frá því haust í sambandi við knattspyrnuheiminn til dæmis þetta er algjörlega óþolandi að sitja undir þessu gjörsamlega óþolandi sko. Heyra það sem talað er og einhvern veginn og þessum mikil einföldun að það sé bara til hér í þessu tilfelli knattspyrnuhreyfing sem nær nánast inn á hvert einasta heimili í þessu landi nánast með einhverjum hætti að hún sé á einhvern hlut á einhvern hátt sérstaklega spillt og að það fólk ég tek til þess bara núna á síðast að þessu aukaþingi ársþingi sem var og ég hafði nú lofað því heima á mér að vera ekki að hafa mig frammi en látum það nú eiga sig og maður koma nú til að hlusta en það gengur ekki að sitja undir því að það ekki með einhvern fólk er raunin að segja að þeir sem að þessu koma sem þannig í salunum var yfir 100 manns allt foreldrar, ömmur, systkini, afar fjölskylda 95% sjálfboðaliðar fólk sem elur upp börn og þarna var verið að reyna að halda því fram að við varum einhverjir vendarar ofbeldis og svona gekk þetta var einhverjum bara lengi vel og það var bara kallað hver sérfræðingur fætur öðrum og var að búa til einhver svona að þetta væri bara eitthvað sérstakt vandamál að tinni ég bara skil ekki hvert fólk var að fara svo búið til einhver prófessor á hann úr háskóla ágætur mörg leiti, lítur að vera en allt í nú var einhver klefamenning eitruð klefamenning sem fæstir sem að hafa nú farið í gegnum þennan skóla konnuðust við en það voru flestir sem kannuðust við það sem hefðu nú ekki verið aðlið sinn aldur inn í þessum klefum
en auðvitað einhver mórall á hverjum tíma en að tala það að þetta væri leiddi af sér það að menn yrðu afbrotamenn í kynferðismálum, það er náttúrulega bara, þetta svo langsótt. Já, líka sem að heyrði bara foreldrar þetta vera endur sko að senda krakka sinni í íþróttir út af klefamenningu og þannig sko, að því að sem maður upplifa klefan og ég hugsaði og leit svona rosa mikið yfir bara klefan, hvernig maður reynda að grípa einhver augnablik hvort það var eitthvað sem var eitthvað off, en klefin besti staður á Íslandi sko. Ég meina það. Allavega í mínu tilviki, ég veit að geta verið einhverju klefa sem spilt menning og allt það, en yfir heildina litið, þá held ég að klefin sé töluvert meiri styrkjandi og leiða sér gott í lífi fólks heldur en hitt. En þarna var þetta orðið þannig að undantekningin var orðin reglan. Og öll nálgun og allt það sem eftir kom og enn, það gengur út á þetta. En sko starfið sem slíkt og það sem þú nefndir hérna með foreldra að sem kannski þetta hefur leitt af sér að margir hverjir sem að vinna inn í þessu, þeir finna fyrir því að fólk frekar þá veigri sér við því núna að taka að sér þessi verkefni vegna þess að það er hálf hrætt við það að lendi þessari þvottavél sko. Og það er ekki gott og ég fullyrði það, ég meina það verður þá bara einhver að sanna það betur fyrir mér að ég hef búin að standa í þessu anskoti lengi að þessi mynd sem að málið hefur verið og ég ætla ekki að taka knattspyrnuna út fyrir hún handboltinn, karfan og allt þetta er að sama meiði að ef eitthvað hefur verið í lagi þessu þjóðfélagi þá hefur það verið það þannig að það þarf að sækja þetta í einhver önnur vötn heldur en þetta. Já, ég meina þú sér bara eins og íþróttir almennt bara hvað mikið forvarnargildi fyrir ung börn, ég meina það eru rannsóknar teymi hérna á Íslandi sem heitir rannsóknar og greining og það var flest allir tekið þessar spurningalista þegar voru í 8., 9., 10. bekk og flestu svona margar spurningalista heim og þeir minnkuðu bara reykingar og áfengisneyslu ég man ekki sko, hún var ógeðslega mikil hérna árið 2000 og eitthvað rúmlega 2000 en minnkaði hana niður í bara töluvert mikið, ég man ekki alveg nákvæmlega prósentna, allan á man ekki hvort á svona 23% 15-ára drukku en núna bara 5% eitthvað. Þannig að, og hvað var forvörn sem virkaði? Það voru íþróttir og tómstundir og stuðningur fjölskyldu, skilur mig, sem var aðalatriði af hverju þessi minnkun átt sér stað. Já, og þetta er náttúrulega, þetta er það sem og svo enn og aftur svo fer þetta einhvern veginn, svo lendir þetta í sko, þessu kynja hlutföllum og menn að tala jafnvægi og tala sko að knattspyrnan karllæg, já hún karllæg, hún hefur verið það en hún orðin mikið minni karllæg heldur en við sér það að kannski það loksins núna svona á þessum árum sem eru þá nýliðin eða núna á þessum tíma að við erum að sjá sem flott stelpunar í fótboltar og ná rosalega flottum árangri en þetta líka í fyrst skipti sem að kannski stelpur eru búin að æfa fótbolta frá því að það voru sko 5 ára svona var þetta ekki áður þetta hefur breyst en svo erum við að tala að það séu miklu færri stelpur sem strákar æfa knattspyrnu jú, það er alveg rétt en þú erum mátt ekki taka dæmi svona ef við lítum á minn heimabæ Hafnarfjörð þá eru ekki færri stelpur sem iðka íþrótt heldur en strákar það iðka bara aðrar íþróttir það er að segja 5 leikar til dæmis eru þar í sko rosalegu meirihluta og við getum nú varla farið að stjórnast í því hvað börnin velja sér það er varla svo lengi eða þá að það hvort þeir fari það eru fleiri stelpur sem fari í hestamennsku það eru strákar eða hvort það fari ekki í íþrótt heldur fari í tónlistarskólan eða skátana svo lengi sem það sem að þú ferði í þetta starf sem að göfgar þig
bæði félagslega og líkamlega og andlega og félagslega sem sagt. Menn hljóta bara að fagna því en að missa sig ekki í einhverjum að það er að vera svona jafnvægi hér og einhvern veginn öðruvísi jafnvægi annars stað og aðkoma kynjana að stjórnun til dæmis sko alltaf fara einhvern veginn að stýra því þannig eins og hafi verið biðröð út á götu eftir að komast í stjórnir sjálfboðalega stjórnir íþróttafélaga hvaða íþrótt sem það er en alltaf síðan að fara að stýra því að það sé einhvers konar jöfnun þar að kynni, ég bara skil ekki hvernig á að gera þetta sko því að ekki er hægt að draga fólk á hárinu inn í þetta það verður að vilja koma en þá er svo auðveld skýring að segja að það sé ekki velkomið þetta er bara við viljum bara fá gott fólk hvaðan sem það kemur og af hvaða kyni það er og það sem líka kannski er mikið umræðan að það sé allt menningunni til dæmis bara að það sé ekki munur, líffræðileg munur á körlum og konum, skilur, að það megi ekki vera munur á þeim, að segja það en í rauninni eins og vortalum þá hafa kalla tilhneigingu til þess að hafa meiri áhrif á hlutum, konur hafa meiri áhuga á því sem tengist fólki þú veist, þetta er náttúrulega mismunandi starfsgreinar, þú veist það eru múrar 99% kallmenn til dæmis hjúkrunarfræðingar eru tölur meiri kallmenn þeir sem inn í skóla, kvenmenn sem inn í skóla eru tölur fyrir kvenmenn auðvitað þarf kannski að hugsa að launa betur þessi störf við breytum samt ekki í því að það er þó að sé lítill, við erum miklu meira líka þegar við erum ólík, en þá er einhver líffræðilegu munur á milli kynjana sem að því að það var sko haldið fram að það væri aðalega varðandi áhuga og síðan persónulíki og þegar persónulíki hvernig að kalla það líka aðeins ólíkur aðalega hvað varðar persónuleika þátt sem kallast samvinnu þýði sem þýðir annarkvort ertu tilbúin til að vinna með mér eða þú fer bara þína leið og þú ert samvinnu þýði þá sem er mikla samkennd og þú ert feimin við að segja nei, biðja um eitthvað sem þú vilt og svo framvegis og kalla sem skora lærra í samvinnu þýði og konur hærra í samvinnu þýði og síðan er persónuleika þátturinn taugaveiklun sem konur sem er viðkvæmni fyrir, eða þú veist, næmni fyrir neikvæðum tilfinningum og þar skora konur hærra og þess vegna eru þær með meiri kvíða og þunglindi. En allavega, það var gert bara, það er búið að gera rosalega margar rannsóknir, meta-analýsur sem eru rannsóknir sem taka fullt af rannsóknum saman til að fatta það hvernig samspil menningar og líffræði hefur á samfélag og hefur á áhuga og starfsval konu og kalla á persónuleika. Þannig að þeir skoðuðu, tóku saman fullt af löndum og þau voru með tilgátu að því jafnrétti sinnara land sem eru flestir á Norðurlöndunum að því minni munur væri á kynjunum. Og síðan berðu saman þessi lönd sem eru jafnréttissinnuð við þau sem eru minna jafnréttissinnuð. Þannig að þú er búin að taka áhrif menningarinnar í burtu að þá ætti rauninni að vera minni munur á körlum og konum en í þessum löndum, jafnréttissinnuðum löndum er meiri munur á áhuga og persónuleika kvenna og kalla sem þýðir það að líffræðin virðist skipta töluvert meira máli heldur en fólk gerir sig grein fyrir og þetta sé ekki bara menningin ein og sér. Fattar hvert þið er að fara? Já, ég get það. Og ég ætla nú aldrei og mun aldrei gefa mig út fyrir það þó ég hafi einhvers konar skoðunar á því að vita akkurat hvernig þetta allt saman virkar. Nei. En ég held að til dæmis hvað þetta varðar að ég held að þegar eftir því sem að jafnréttið í orði allavega og vonandi fylgir í verki með verður meira að þá gefur það líka fólki meira val að velja sér það sem það hefur áhuga á að gera. Ég held að fylgi því opnara og jafnara samfélag því meira frelsi fyrir hvern og einn að velja sér það sem hann hefur áhuga á.
því ekki stýrt af því að það eru takmarkanir. Þetta er það sem að mér dettur fyrst í hug. Já, það er meiri svona jöfn tækifæri í staðan fyrir jafnar útkomur. Jafnari tækifæri. Já. Og það er að segja, það þýðir þá það að því þú talar þegar þú tekur menningunum frá þá komið munurinn í meira í ljós. Og það þýðir það bara að fólk velji sér. Ég veit ekki hver skýringin er að því, af hverju það eru langt fleiri stúlkur sem velja það að fara í 5 leika heldur en handbolta eða fótbolta eða körfu. Vill ekki eins og reyna að vita það. Nei. Svona er það. Og ég held að væri alveg óskaplega rangt skref fyrir einhvern að ætla að fara að reyna að stýra því. Því að þá ertu fann að taka út jafnréttið og það er að segja frelsið til þess að velja. Og bara leyfa hverjum og einum að fara þangað sem hugurinn berða. En auðvitað ætla ég ekki að vera sá kjáni að halda að allt sé bara að bæði kyn hafi sömu möguleiki öllu hverju hvað sem það er. Nei. En það þarf líka að svona að sýna ákveðna þolinmæði. Það er stór munur á milli mín, það er að segja hvernig minn þangagangur er gagnvart þessu öllu og svona minna. Það er að segja næsta kynslóð. Já. Það er bara himinn og haf á milli. Og það þýðir það að þeir eru bara ekki bara það sem ég eða mamma þeirra ól þá upp við, heldur taka þeir líka inn samfélagsbreytingun á hverjum tíma og þróa það með sér. Og svona gerist þetta. Svo verður vonandi þeirra börn á einhvern hátt þroskaðari og sem sagt ef maður má segja það betri, ég veit ekki hvað það er en vonandi er það þannig. Það er að segja í átt til þess, í þá átt að öllum hvaða stofnið það kemur, að öllum líði sem best, best. Þannig að þetta er nú bara hluti í þessu skemmtilega sem kallast þróun. Og en vissulega gerist það heldur ekki nema að það sé fólk sem er tilbúið til að berjast fyrir breytingum. Breytingar, þetta er eins og með byltingarna, það koma aldrei ofan og niður, það komast að neðan og upp. Það þarf að berjast fyrir öllu og ég skil það mjög vel. Mjög vel. Þó ég sé ekki alltaf sammála því, en ég skil það. Það þurfa að vera. Þannig að af hverju verið konu hingað? Við fórum bara einhvert, sko. Við bara ég er að spyrja bara Er ekki þetta auglýsingarlega? Nei, ok. Er hann okkur? Nei, ég þarf ekki. Ég er að pæla hvort við hefum bara skellað í síðustu spurninguna. Já. Við mættur einungis koma einu skilaboði á framfar út lífið til andra einsleika. Hver var sú skilaboð? Vertu þú sjálfur. Vertu þú sjálfur? Vertu þú sjálfur. Hvernig verður maður sjálfur? Já. Ég held að þú verðir þú sjálfur, það er að segja að því gefnu að þú svona sért það heppin að fæðast inn í þokkalega heilbrigt umhverfi og náir þá að þroskast bæði með leiðbeiningum og eigin upplifun og þá verður þú sjálfur á endanum. Ég held það. Ég held þú verður ekki þú sjálfur ef þú færð bara einhvern uppeldi þannig að allt sé betra eins og sá einstaklingur boðar og ég held þú getur sjaldan verið þú sjálfur sérstu þá óheppin að ná ekki og fá ekki tækifærin til þess að upplifa hlutina svona á eigin skinni og gera nokkuð mistökuleginni. Já, við gerum það all. Já, ég meina það er bara þorskandi. Ég held að á endanum svona þegar þú komin þangað
að vera bara, já, svolítið þú sjálfur. Við þurfum ekki að vera öll sammála öllu. Það er bara ekki hægt. En ég held að langflestir hafa svona eitthvað til síns máls. Og og þegar ég segi vertu þú sjálfur ekki einstrengingslegur þú sjálfur heldur svona þín grunn trú á prinsipin séu bara í lagi og þú heldur í þau. Þá heldur þetta sé í lagi. Það held ég að sé ansi góð skrift á heiðarlegu og nægilegu lífi held ég. Já. Vera þú sjálfur, vera trú sjálfur sér. Já, vil það. Ég held sé flott lokaorð. Það ekki bara. Jónsi, þakka þér kærlega fyrir að gefa tíma til að koma að spjalla. Þakka þér, þetta var ný upplifun. Það ekki? Jú. Eins og allt fyrst. Og maður fer með þetta út í lífið. Já, Ha, nákvæmlega. það maður nokkuð skammaður heldur. Nei, ekki mikið. Nei. Takk En hérlega. ok, þakka þér. Mikilvægt.